Svolítið 4-0, það er varla hægt að biðja meira en að gegn KA? Nei, það er rétt hjá þér. Þetta var mjög flott frammistaða hjá strákunum. Við erum virkilega sáttir með hvernig leikurinn þróaðist. Kannski mínusinn að við missum Valda út í meiðsli, annars mjög sáttir með það. Svona aðeins Valda, er þetta alvarlegt? Alltaf spennt fyrir mig að segja. Ég vona ekki, en við þurfum bara að sjá til hvað sjúkraþjálfarinn að segja. Eins og tölum aftur leikinn, eftir rúma 20 mínútur komið 3-0 yfir, svona, má kalla þetta bara ruthless svona frammistöðu, við bara refsum við hvert einasta tækifæri. Já, algjörlega. Strákarnir voru bara on it, þeir byrjuðu af krafti og Aron Elís var með þrumuræðu fyrir leik og talaði við strákarna og peppaði heldur betur upp og hún greinilega skilaði sér sú ræða. Þannig að bara virkilega öflug byrjun og svona viljum við byrja alla leiki og bara virkilega sáttum með það. Aron Elís, þetta sleit krossband, er hann að taka þessi nýtt hlutverk þá í liðinu núna? Já, ég meina Aron bara mun klárlega að vera með stórt hlutverk í þessum hópi. Hann er mikill leiðtogi og hann er með hjarta sem slær fyrir Víking og það er ekki spurning að hann mun sinna stóru hlutverki bara meira svona utanvallar og í búningsklefanum og við þurfum á honum að halda. Er hann að fara í aðgerð eða ekki? Það er svo sem það er ekkert ákveðið núna, þannig að ég get ekkert sagt til það akkurat núna. Svona leikinn, þessi 4 mörk hefðu getað léttilega orðið fleiri? Já, hárrétt, við bara spilum virkilegum krafti og gameplanin bara virkaði mjög vel, þannig að þetta var bara mjög sætur sigur og frammistaðan hjá strákunum. Ég hef ekki getað beðið meira. Það var orkustigið og hvað voru sterkir í návíum og hvað létu boltinn ganga hratt og vel og voru góðir að búa til sæði fyrir hvern annan. Síðan voru við bara algjörir killers þegar komaði að nýta þessi stöðu sem við fengum. Ég er bara virkilega sáttur. Sérstaklega leikmaður fæddur árið 2009 inn á Þorri. Hversu spennandi er hann? Hann er geggjaður, frábær leikmaður og ég er búinn að fylgjast með honum núna í mjög langa tíma. Hann er 1 ári eldri en strákurinn minn, þannig að ég er búinn að vera að horfa mikið á hann og líka búinn að vera með hann í afreksþjálfun í Víkinni, þannig að þetta er bara virkilega spennandi strákur og hann leggur rosalega mikið á sig til þess að verða betri og það er svo sannarlega að sýna sig hjá hann. Svona aðeins meidduleikmennina, þessi listi, þetta lengist bara með Valdimar, en er stutt í eins og Ekroð, Nikolai og Róbert sem var á bekknum í dag? Já, það fer að styttast í það og nokkrir af þeim gætu verið klárir fyrir bikarleikinn á móti IBF og við vonum svo sannarlega að þeir komi fljótt á völlinn aftur. Það var rætt í þungaðinni á föstudaginn að það væri möguleiki að reyna að fá Daniel Djuric tilbaka frá Króatíu. Er það eitthvað sem hefur komið á borð til ykkar? Allavega ekki til mín. Ég vona bara að Danni muni halda áfram erlendis og standi sig þar. Þannig að ég vona að Danni sé ekki í leiðinni heim. En ef hann ætlar að koma heim, þá þetta kíkjum við á það. Líka eitthvað aðeins rætt Marcel Römer sem er í viðræðum við KA. Er það einhver leikmaður sem er á blaði hjá Víking? Eru þið eitthvað að leita á félagsskiptamarkaðnum? Ekki mikið. Við erum bara mjög sáttir með hópinn sem við erum með núna en ég þarf bara, eins og ég sagði áður, ég þarf bara að fá mína leikmenn í stand og þá er bara hópurinn mjög flottur og sterkur, þannig að, eins og ég segi, við þurfum bara að fá þá heila. Takk hérlega. Takk sem leið.